Ég verð líka að fá að segja það að það kom mér ekki á óvart að Bjarni skildi hætta. Það þannig að hann búinn að vera ráðherra í 13 ár, forsætisráðherra, fjármálaráðherra lengst af í 10 ár, utanríkisráðherra, tók svo að sér þarna matvælaráðuneytið og fleira og hann hefur eignast einhvern veginn óvildar menn. Hann fékk Guðlaug Þór Þórðarson í mótframboð á síðasta landsfundi. Og það ekki nokkuð af því að Bjarni var ekki að fara á nýjan landsfund þar sem hann fengi sterkt mótframboð og hann ætlaði ekki að enda sin feril á því að tapa kosningu til formanns á landsfundi. Það mjög erfitt út frá stjórnun og út frá hluthafanum að búin að vera stjórnandi í fyrirtæki og ætla síðan að verða almennur maður þar. Ég gat aldrei séð það fyrir að forsætisráðherra og ráðherra til þessa langstíma þungavikta maður, yfirburða maður í íslenskri pólitík að færu allt út í sal, verið óbreyttur. Þú nefndir hér áðan að hann í leiðtogi stjórnarandstöðunar. Já, ég segi út frá þessu sem ég að segja, ég sá hann aldrei fyrir mér fara í þetta almenna, hann hjó á hnútinn. Ég tek að þessi ákvörðun hafi ekki verið tekin núna áramótin eða í byrjun ársins. Ég tek að þessi ákvörðun hafi verið tekin fyrir 2-3 árum þegar hann gaf síðast kost á sér á landsfundi til formanns. Hann tók snerruna núna og ég ætla að halda því fram að ef Sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið 25%, þeir fengu prósenti minna Samfylking, næstasti flokkurinn, ef þeir hefði fengið 25% og komist í ríkisstjórn á einn eða annan hátt, veit ekki með hvaða flokkum en á einn eða annan hátt, þá hefði hann haldið áfram. En fyrst að svona fór, þá var þetta bara leiklokið að hans hálfu, glæsilegur ferill að mínum mati, ég þetta mikill Bjarnamaður, það vita það allir sem að hafa eitthvað kynni að mér, reynda mikill Davíðs Oddssonar maður líka, eins og kannski ýmsir höfðu orði á sínum tíma, því það var ritstjóri Frjálsrar, en það breytir því ekki að hann stígur frá borði, hann stígur á vettvangi Alþingis, eftir mjög farsalan feril, hefur komið miklu í verk og sagan mun dæmans mjög vel að þarna hafi náðst, þú oft náðst góður árangur. Eitt besta heilbrigðiskerfið, við erum alltaf að tala auðvitað okkur niður á Íslandi, en sagan mun sýna það að hér bara gott að búa og hér vilja margir búa, við sjáum það af þeim sem eru að koma til landsins. Þungavigtamaður að hverfa vettvangi. Ég myndi segja að Bjarni hafi verið efnahagsmálaráðherra að upplægi og sumir geta sagt já, var hann ekki bara að svona túlka það sem fjármálaráðuneytið vildi. Ég held að það sé ekki rétt. Bjarni hafði alveg sterka sýn í efnahagsmálum og nú þegar hann fer frá þá hvað? Halli ríkissjóðs 2% af vergri landsframleiðslu. Það auðvitað meira en menn vildu, við erum búin að ganga í gegnum erfiða tíma og þetta bæði Grindavík og COVID. Og þetta brot af því sem við sjáum að þjóður í kringum okkur eiga við að eiga. Að því leyti þarf það ekki að vera erfitt.